grenjandi rigning hérna á Suðvesturhorninu. En það er bara komin tíminn til að skella sig aftur í ferðalag og flýja R-orðið, eins og Jói kallaði það. Hörru Berglind, við erum að stoppa hérna. Ég var að segja við Berglind að ég get svarið það að ég hef ekki komið svona austanlega. Maður er alltaf að fara eitthvað norður fyrir, upp Vesturlandið og Norðurland og fyrir aldrei lengra á Suðurlandi heldur en bara rétt inn á undirlandið. Ég hef ekki komið svona austanlega í 15 ár, held ég. Allavega, við erum undir Eyjafjöllum, ætlum að halda áfram og fyrsta alvöru stopp er á Skógum. Já, þessi alveg 10 ár síðan maður kom hérna Skógum síðast og þetta er sko, þetta er svo túristalegt. Þetta er, hvað sáðu margar svona street food, eitthvað, street food þetta, street food hitt? Local. 3, 4, eitthvað? 3, 5, veit það ekki, fullt af þessu hérna á svæðinu. En það er ekkert skrítið allt, tróðið túristum. Já, en þetta er svolítið skrítið, þetta var alltaf svona ósnortin innan gæslappa náttúra. Þú voru alltaf óbúðslega umbúið allt saman. Tröppur. Öryggisgirðingar! Öryggisgirðingar! Mjög einhliða samskipti. Bara eins og þessi geta að fá hérna kaffi to go. Já, hlýtur að vera. Hvað fyrir að bráðvanta kaffisópan sko. Bara Vík í Mýrdal, við ætlum að kíkja inn á Soup Company, fá okkur smá súpu. Best að koma þig frá að segja þetta sko meðan Berglind fór að skipta á litlu sko. Ég er ekkert mesti súpukall í heimi. Hún er dendur að koma inn á Soup Company og smakka súpuna. Ég er samt sem svolítið vongóður því að ég pantaði einhverja svona red hot einhverja súpu sem á að vera svona sterk gúllasúpa. Ég er bara svolítið spenntur fyrir þessu sko. Og hvernig er svo súpan á Soup Company? Stærstu væntingar? Mjög góð. Mæli með. Einhvern tíma þetta er kallað Mýrdal sandur. Ég er ekki að sjá sér mikið eftir að sandi þetta. Það er stórskrítið þegar maður kemur ekki hérna í svona mörg ár og það hefur gróið svona mikið vill í henni að það sé hérna bara, það er alltaf grænt. Bæði hérna sunnanmegin sem og norðanmegin inn í land. Þetta er bara grænt haf svo langt sem augað er. Stórskrítið. Hjörleifshöfði rís hérna bara sýnilega einhvern veginn upp úr einhverju lúpínu og Hvannarhafi. Stórskrítið. Komin að Hungurbokum. Spurningum að hoppa bara inn og hérna tekka á gistingun okkar. Æ, Áslaug, eigum við að fara að opna þetta og kíkja inn. Ó, þetta er pomp í grassi. Heyrðu, passa að vera ekki blautt. Það er svolítið blautt hérna. Við skulum kíkja á þetta. Það var að Fjaðrárgljúfur. Ég hélt alltaf að það héti Fjarðárgljúfur, en það heiti vist Fjaðrárgljúfur. Akkurat að byrja að rigna sem er ekkert skemmtilegast í heimi. Hér er alltaf verið ekki þverfóta fyrir túristum og allir að taka myndir og svona. Þetta er alltaf orðið bara svona required touristastopp á hringveginum, alltaf ferðinu Suðurland. Sjá hvernig þetta lítur út. Ég hef ekki komið inn áður. Hvað veist þið Berglind? Þetta var svona svolítið eins og að heimsækja og ferðast Ísland þegar maður var krakki eða áður fyrr. Grenjandi rigning og hérna, þetta er Ísland eins og ég mundi það sko. Ekki eins og maður séð það á Instagram-myndunum frá útlendingunum. En núna ætlum við að gera það sem ég hef beðið eftir allan dag. Skella okkur stund.
Já, heyrðu, þá er svona dagskráin lokið, komin út úr sundi, ég var ekki að fíblast með þessa sundferð á hann, ég er rosalega lítill sund, sko, nei, byrju, ég held ég sé ábyggilega eini íslendingunum sem er ekki hrifinn af því að fara í sund, mér finnst allt í lagi, mér finnst gaman meðan ég er ofan í, en mér finnst óbúslega óþægilegt að vera svona eitthvað soðinn á puttunum og með svona klórlykt og eitthvað, mér svona líður ekkert vel þegar ég kem upp úr aftur, sko. En allavega, eftir sundi þá skelltum við okkar stað að fá okkur að borða inn á Kirkjubæjarklaustri. Það var nú svolítið bara svona eins og jólaguðspjallið, sko. Endum við staðið að borða í fjárhúsinu því að alls það komum við að lokuðum dyrum. Annarkvort voru ákveðnir staðir sem voru, nei, þetta er bara fyrir gesti á hótelinu út af COVID-19 og svo voru langabiðraðir og svona og erfitt að komast að. En við komumst að lokum að, borðum ágætispitsur á Systrakaffi, bara prýðilegur matur þar. Nú erum við komin hérna aftur í litla kofan okkar á bændagistingun og Hungubökkum. Ætlum að bara skríða inn og svona check in for the night, eins og þau segja. Fyrirldi. Athyglisbrestur. Og vonast þess að morgundagurinn verði pínlítið bjartari og fegurri. Við ætlum að sjá til, kannski keyrum við eitthvað aðeins austar á morgun. En láta mannast bara ráðast og fer svolítið eftir veðri og svona getunni hjá þeirri yngstu. Heyrðu, segjum það. Já, það var laugardagsmorgun, maður er vaknaður, bjartur og fagur dagur, lítur út fyrir að vera sólríkur og bara allur annar heldur en dagurinn í gær. Mér langar bara, ætlum að fara að kíkja í morgunmat, mér langar bara biður sem hafi ekki tekið eftir production value-unu hérna, sko. Í gær var rigningadagur og þá var ég í sko dökkum fötum, svörtum buxum og dökkum ból. Núna er sóladagur, þannig að ég er búinn að leta á klæðnaðinum, sko. Það er þessi smáatriði sem skipta máli. Svo mjólk. Takk fyrir okkur. Takk. Thank you very much. Thanks. Bye, thank you. Það sem að veðrið í gær var náttúrulega frekar glatað hérna við Fjaðrárgljúfur, þá erum við komin aftur. Svo okkur að ná einhverjum loftmyndum, sko. Bergum fórum með hann að skipta á litlu. Það er komin aftur á Kirkjubæjarklaustur, það er alveg frábært frábær sín hérna inn á Öræfajökul, hérna á Hvannadalshnjúk. Já, blæs svolítið en það er ágætis veður. Svona bjart yfir og fallegt, alltaf fallegt hérna á klaustri, sko. Systrafossinn og Systrastapinn og hérna Systra ljósastaurarnir og Systratrén og allt þetta Systra. Og svo þessi munkar sem að minna minn og einna helst á verurnar úr Óki Lókos sem er svona íslensk indie vísindastuttmynd, vísindaskálsagnastuttmynd sem að Steppi heitinn vinur minn gerði nú tæknibrellurnar fyrir. Jájá. Ég held að sé allt aðeins öðruvísi. Vegnundur að spura hvort að það væri bara hún eða hvort að kindur væri aðeins öðruvísi hérna heldur fyrir sunnan. Ég held að það sé allt öðruvísi, sko. Annars erum við að labba hérna kirkjugólfi sem er svona einhver Stuðlabergsmyndun hérna, ég hef aldrei séð þetta áður. Ég sé að það er ekki að treysta neitt á þennan COVID-sjúkdóm því að það er allt stappað hérna af erlendum ferðamönnum. Ég sé held að maður geti. Nei, þetta er frábært. En við erum ekki að fara að fá tækifæri að skoða þetta í næði. Ef einhver veltir fyrir sér hvað sé í boði hérna á svæðinu af þjónustu, þá sést mér það bara vera mestmegnis allt. Svolítið kallt hérna, fórum við að Hjörleifshöfða, rétt aðeins að taka myndir og aðeins að skrapa bílnum undir yfir einhverja steina. Þetta var ekki leiðin tilbaka. Já, herru, ok, maður leggja þetta tilbaka aftur og stefna á Vík og kíkja út í Reynisfjöru ef veðrið er gott. En fyrst ætla að hoppa inn á Smiðjuna brugghús á Vík og grípa einhver smá hádegisbita. Holy smokes, maður.
Góður hamburgari og hérna mæli með frönskum kartöflum. Svona allt öðruvísi skornar heldur maður vanur. Crispy og nice. Já, þá kíkjum við út í Reynisfjöru. Aðeins að athuga hvort að veðrið sé ekki gott þar og hérna sé ekki gaman að sjá. Út af mér, hérna við Reynisfjöru allt á kafi fólki. Gæt mikið af bílum á bílastæðinu hérna. 100 stykki að hátíða, 50 bílar á bílastæðinu. Þá er ekki að fara fram hjá nokkuð manni nú orðið að það er hættulegt þetta því að nóg að skiltum, nóg að merkingum, svakaleg mannmergð. Vá, flottar öldur. Kíkjum á þess að þær. Það er ekki að grínast með mannfjöldan, það er svo sem verið að gefa peninga hérna. Þetta er ótrúlega. Þetta er skýnir ekki. Þetta er bara vatn og sandur. Svo sé ég, heyrðist kannski ekkert í mig fyrir briminu, en svo sé ég í klettónum hérna fyrir ofan, þar er allt bara stúðfullt af lunda. Þannig að önnur lundavika. Þetta er magnificent. Ég finnst stórskrítið þegar ég horfi á þetta brim að fólk skuli ekki bara náttúrulega hræðast þetta. Þetta er ofboðslega kraftmiklar öldur að sjá og svona ókveikjandi. Þau langaði að setja drónuna eins og loft hérna en það er bara komið inn einhver svona rigningasuddi þannig að við erum bara eiginlega á flótta út í bíl og hérna maður vonast til þess að fá tækifæri til þess einhvern tímann síðar. En það er flott hérna. Ég fór samt að spá í svona vangavelta. Það er svona fullt af stöðum sem ég fór að velta fyrir mig hvort að það væri svona vinsældakonsept, hvort að sko við Íslendingar höfum fyrst farið að kunna að meta þessa staði þegar útlendingar fóru að koma hérna og eiginlega benda okkur á hvað þau væru áhugaverðir. Bara pæling. Ég held að vera á því að það heikur að opna sko líka sólbaðstofu sem að nota sama djók og heitir Kjartan. En allavega, við erum hérna á Hellu, ætlum bara að klikka þessu út, við erum ætlum að klára þetta og að rigningarsuddi á leiðinni. Síðast þá, gripum okkur kaffibóta hér, erum bara á leiðinni beint heim. Eitt sem ég það nefna, áður en ég fer, svo svolítið skrítið, að maður sér þó nokkuð mikið af fólki ennþá á ferðamönnum sem eru rembast við að ferðast á puttan. Þetta er ekki eitthvað sem að þarf að bara stoppa í þessu COVID ástandi. Ræða við fólk og tala það er ekkert í boði að biðja að fá að sitja í bíl hjá ókunnu fólki á þessum tímum. Er það nokkuð? Allavega, hérna reynum að koma þessu gegn eða eitthvað. Herri, takk fyrir að fylgjast með, við sjáumst næst.